Í þessu myndbandi ætlum við að fara yfir tímalínuna. Tímalínan er í rauninni röð aðgerða sem við höfum unnið þegar við erum að teikna. Það er lítið hak hérna sem við getum farið tilbaka og skoða hvernig aðgerðirnar voru unnar. Einnig er hægt að fara alveg inn í enda með því að smella hérna. Ef við ýtum á play-takkan þá getum við spilað aðgerðirnar. Við ætlum aðeins að hraða ferlinu til að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Til þess að stoppa ýtum við á Escape. Einn af stóru kostunum við Fusion er það að ég get farið tilbaka og smellt á aðgerðirnar. Ef ég vel eina aðgerð hérna eins og til dæmis Revolve aðgerðin, ef ég tvísmelli hérna, þá er rauninni komin aftur tilbaka þegar ég var að vinna þessa aðgerð. Ég get breytt hérna til dæmis, staðið fyrir að fara allan hringinn með lampann þegar ég bjó til teikningu og var að búa til kúpuna. Ef ég segi bara, ég ætla að setja hérna 180 gráður, 180, og þá fer ég bara hálfhring. Ef ég ýti á OK, þá er teikningin orðin þannig. Skulum pröfa það, fara tilbaka. OK, nú sjáum við að það vantar helminginn á kúpuna. Ég get farið aftur inn í aðgerðina, smellt og skrifa 360 gráður. Og leiðu ég ger OK og loka þá er ég komin tilbaka. Þegar við erum að fara svona tilbaka þá geta komið upp villur. En þá kemur rautt í kringum aðgerðina þar sem villan er. Þá þurfum við að smella aftur á aðgerðina og breyta tilbaka. Minni villur birtast sem gular utan aðgerðirnar eins og þessi og þessi. Við getum hægri smellt á aðgerðina og smellt á Review Warning og þá fáum við upplýsingar hvað er að. Ef við hægri smellum á aðgerðirnar þá fáum við þennan glugga. Hér er ýmislegt sem hægt er að gera. Til dæmis eins og bara fara og vinna í aðgerðinu eins og við gerðum áðan. Við getum endurnefnt hana, við getum eytt aðgerðinni og ég mæli ekki með því að gera það hér. Það getur ruglað söguna. Síðan eru hérna fleiri aðgerðir sem eru frekar flóknar og við förum ekki í þessu myndbandi. En skoðum aðeins eins og hérna Find in Browser. Ef ég smelli hérna á Find in Browser þá sé ég hér hvaða body eða hvaða þrívídda hlut þetta varðar. Þessi aðgerð sem ég er að skoða. Og þá get ég rauninni farið og unnið út frá því. Ef ég smelli aftur hérna á aðgerð og ég segi Find in Window, þá get ég séð hvar þessi hlutur, eða það sem varðar þessa aðgerð. Í þessu tilviki er það hérna lítið stykki hérna. Ég get þá hægri smellt aftur og gert Edit Feature. Og þá er í rauninni komin hingað og ég get breytt. Ef við viljum ekki að forritið taki upp söguna, þá smellum við hérna í hægra hornið á þetta tákn og við segjum Do not capture design history. Við getum einnig kveikt á Component Color Swatch, en ef að komponentarnir sem við gerum eru með mismunandi liti þá sjáum við hvaða aðgerð tilheyrir hvaða komponent. Ef við smellum á Hide all inactive features þá felum við allar aðgerðir sem eru ekki í notkun í tímalínunni. Það er ekki meira sem við ætlum að fjalla tímalínuna sinni. Takk fyrir.